Komið þið sæl. Gaman að vera með ykkur hérna. Í dag ætlum við að tala fyrri lesturum verður komum aðeins inn á endatímana og höldum það áfram þar sem frá var horfið síðast. Við munum líka koma inn á hvað gerist raunverulega eftir dauðan þegar einhver yfirgefur þessa jörð. Og við munum svo ljúka með því að fara aðeins yfir í brauðsbrotninguna eða heilaga kvöldmáltíð ef við höfum tíma til þess. En eins og við höfum komið að svo mikið, þá er Biblían alveg uppfull af spádómum og þriðja hvert orð Biblíunar er spámanlegt. Og langflestir spádómarnir hafa að gera með fyrstu endurkomu Jesú, þar sem hann kom og lifði á meðal okkar fyrir hartnar 2000 árum síðan, deyr á krossi og upprisan og hvernig hann er í dag. En það eru líka spádómar sem fjalla endatímana þegar hann kemur aftur og alveg eins og hann kom, þá mun hann koma aftur. Og alveg svo spádómarnir hafa alveg ræst fram að þessum tíma þangað til hann kom og í smáatriðum rættust þeir í lífi hans og starfi hér á jörðinni. Eins munu þessi spádómar sem er eftir að rætast einnig verða að veruleika. En ég ætla að lesa hérna bara beint úr Lúkasarguðspjalli, 21. kafla og Jesús sem er lærisveinum sínum á göngu og einhverjir höfðu orði á að helgidómur væri pryddur fögrum steinum og heit gjöfum. Þá sagði Jesús, þér horfið á þetta, en þeir dagar munu koma að hér stendur ekki steinn yfir steini, eigi verður niður brotinn. Það er spámanlegt í þessum orðum bara, en þá spurðu þeir hann meistari, hvenær verður þetta og hvert mun tákn þess verða að þetta sé að koma fram? Og svo fer Jesús aðeins að svara hérna og hann segir, varist að láta leiða þér í villu, margir munu koma í mínu nafni og segja það ég, tíminn er í nánd, fylgið þeim ekki, en þegar þér spyrjið hernað og upplaup, þá skelfist ekki, þetta er aðeins undanfari þess sem á að koma, en endurinn kemur ekki samstundis. Síðan sagði hann við þá, þjóð mun rís upp gegn þjóð og ríki gegn ríki, þá verða landskjálftar miklir og drepsóttir og hungur á ýmsum stöðum og ógnir og önnur tákn og mikil tákn á himni. Og svona til að aðeins að fara yfir þetta, þá segir hann að þeir eru eftir að verða ofsóttir, þeir eru verða færðir fyrir landshöfðingja, fyrir konunga, þeir verða pyntaðir, þeir eru ekki óttast hvað þeir eru að segja því að heilagur andi mun gefa þeim orð að mæla. Foreldrar mun jafnvel yfirgefa og bræður mun yfirgefa bræður og framselja, segir hann hérna, og þetta átti sér allt stað stuttu eftir að Jesús var uppnuminn til himna. Og svo segir hann hérna að þeir eru að vera þrautseigir. Og svo segir hann, þegar þið sjáuð herfylkingar umkringja Jerúsalem, þá vitið að eyðing hennar er í nánd. Þá flýið þeir sem eru í Júdu upp til fjalla og þeir sem í borgin eru flytjið spurt. Og þetta gerðist raunverulega 70 árum eftir Krist. Þá umkringdu Rómverjarnir borgina Jerúsalem og þeim var mikið mun á náinni. Þeir eru búin að vera 7 ár að reyna að berja niður uppreið gyðingana. Þeir voru mjög fastir fyrir og loksins þeir brutu múrana og komist í gegn. Þá nánast rápuður alla sem þarna voru inni og þrælamarkaðurinn hann datt niður eins og komið hefur fram og 200.000 gyðinga voru bara sendir heimshorn á milli. Þeir mátti ekki búa þarna einu sinni lengur. Og musteri sem að þeir voru að dástað, það hrundi, þegar það var tekið og það var bara látið fjalla til jarðar algjörlega og ekki stóði við steini. Þannig að Jesús segir fyrir það þarna að þeir munu lenda í ofsóknum og hann varar þá við þegar þeir sjá Rómverjana koma í kringum borgina, þá eiga þeir að flýja og það gerðu hinni kristnir flýð út úr borginni og þeir upplifðu ákveðið frelsi í því og náðu að fara áfram með fagnaðarerindið. En hann heldur aðeins áfram og hann segir svo síðar, þá mun verða tákn á sól og tunglu og stjörnum og jörðu angist þjóða, ráða lausra við dönur hafs og brimgný. Menn munu gefa böndun og ótta að kvíða yfir því sem koma mun yfir heimsbyggðina, því að kraftar himnanna munu bifast og þá munu menn sjá mannsóninn koma í skýjum og mikilli dýrð þegar hann kemur aftur til jarðarinnar. Og þá réttið úr höndum yðar og lyftið höndum yðar upp og vitið að lausnar eru námt, segir hérna. Svo segir hann að við eigum að nema líkinguna af fíkjutrénu sem dæmi. Þegar við sjáum að laufið byrjað að bruma, þá vitum við að vorið er í námt. Við sjáum það nú bara þegar í okkar náttúru hérna, búin að taka eftir í. Eins vitið þið að þessi hlutir fara einnig að koma þegar þið sjáu þessi tákn verða. Og eitt af þeim táknum
sem að Biblían talar sem mun gera, sem mikilvægt tákn í þessu, og þegar við lesum bara Nýja testamentið þegar þeirra Páll postuli að tjá sig endatímana og þess að þá hérna oft mjög erfitt að tjá sig að þeirra svo margir spádómar sem ekki hafa ræst. En dimmumiðaldarnir eru búin að ganga yfir sem Biblían talaði og líka talaði Biblían að Ísraelsríki eftir að koma saman aftur og þetta gerist 1948 og það mjög mikilvægt að hafa þetta í huga. Þetta svona bara dálítið stór þáttur í spádómasögunni og við getum lesið þarna í Jesaja 66, 8 þá segir: hver hefur heyrt slíkt, hver hefur séð slíka hluti, nokkuð land borið í heiminn á einum degi, eða fæðist nokkuð þjóð allt í einu. Og öðrum stað segir: hinn minnsti skal verða 1000 og hinn lítilmótlegasti af oldegri þjóð. Drottinn mun hraða því þegar að því kemur. Guð gaf þeim ákveðið land í upphaf sem ég ætla ekki að fara út í, Abraham, og allar götur síðar hafa gyðinga verið á þessum slóðum, hvort sem þeir hafa verið burtnumdir í ákveðin tíma. Þeir hafa komið saman, 3, svona má segja, herleiðingar hafa átt í stað, til Babylon, Assyríu og svo síðasta herleiðingin þegar Rómverjarnir kom og það fóru út alla heimsbyggðina. Og Ísraelsríki var stofnað 1948 og þá héldu margir kristnir og margar kristna kirkjur að nú hlyti Jesús að fara að koma aftur. Og einum stað segir að það mun ekki líða ein kynslóð þegar þetta hefur komið fram, að þið munu þá að sjá mannssonum koma í skýjum himins. En það var ekki alveg þannig, það er liðin meir en mannsaldur, má segja síðan þetta átti sér stað og það sem ég langar að fara út í er burthrifningin núna, því að ef við skoðum Biblíuna dálítið vel þá sjáum við að endurkoman, hún felst í 2 endurkomum má segja. Hún felst í burthrifningu sem mun eiga sér stað og svo kemur svona 7 ára þrengingatímabil. Þetta eins og ég sé hlutina. Í dag það þannig að sumir kristnir trúa því og margar kirkjur að við munum gangi í mjög mikla þrengingar áður en Jesús kemur aftur. Sumir trúa ekki á þessa burthrifningu sem verður, en það mjög mikil rök fyrir inn í Biblíunni. Þannig að við stígum varlega til jarðar og það sem ég að segja hérna ekki bara neitt svona endanlegu sannleikur. Við getum það að kíkja á hlutina frá nokkrum sjónarhornum, en eins og ég í öll mín ár þá þetta svona þróast með mér og ég að spila taktinn með þúsundum og milljónum kristinna mannum allan heim þegar það sem í taktu það sem ég ætla að segja núna. En burthrifningin eitthvað sem við getum lesið á þó nokkuð mörgum stöðum og í Þessalóníkubréfinu fyrra þá segir hérna í 4. kafla: því að sjálfur Drottinn mun stíga niður á himni með kalli með höfuð engils raust og básúnu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa, síðan munu þeir sem eftir lifa verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við Drottinn í loftinu. Og síðan munum við vera með honum alla tíma og uppbörðið því hver annan með þessum orðum. Á öðrum stað segir: sjá, ég segi yður leyndardóm, þér munu ekki allir sofna, en allir umbreytast í einni svipan á einu augabragði, við hinn síðasta lúður, því að lúðurum mun gjalla og þá munu hinnu dauðu rísa upp, óforgengilegir og vér munum umbreytast einnig. Og svo segir á öðrum stað: föðurland vort á himni, frá himni væntu frelsara Drottins Jesú Krist, hann mun breyta veikum forgengilegum líkama okkar og gera hann líkan dýrðar líkama sínum, því að hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig. Og svo segir að þessi dagur mun komið svo þjófur og nóttu. Þegar Kristur kemur aftur í skýjum himins með englum sínum og all veröldin með sjá hann og öll augu, hann með allt vald á himni og jörðu, það mun gerast einn daginn. Þetta atburður sem mun gerast fyrr. Þannig að eins og Biblían lýsir þessu, þá mun það gerast einn daginn og menn veit ekki dag eða stund, en við vitum að við nálgumst þessa tíma og hvernig staðan í heiminum bara í dag, þá verður burthrifning. Þá gerist það að með ykkur lúðrablæstri að þá eru þeir sem eiga trú í hjarta og eru sannarlega Guðs börn sem getnir anda hans og orðið hans að með einni svipan bara atómsekundu bara búm, þeir eru bara farnir og
á sama tíma rétt áður munu þeir sem í gröfunum eru, og ég útskýri það síðar, þeir munu fara og við munum hitta Drottinn í skýjunum og þá mun allir eignast þennan dýrðar líkama. Svo líða 7 ár, Biblían er sterk á þessi 7 ár í sérstaklega í Åpenbarunarbókinni, og þá gengur yfir heiminn svona þrengingar tímabil. Ástæðan fyrir því ég trúi því að kirkjan verði tekin í burtu áður er meðal annars þess að í dag eru milljónir manna og kannski milljarðar að biðja fyrir land og þjóð, biðja fyrir yfirvöldum, biðja fyrir þeim sem minna mega sín. Þegar allt þetta fólk hverfur á jörðinni, þá myndast mjög svo alvarlegt ástand. Og þá segir Biblían að þá göngum við í gegnum svona 3,5 ár tímabil sem verður mjög erfitt fyrir mannkynið að gangi í gegnum, sérstaklega síðari 3,5 árin, þar sem að stór hluti heimsbyggðarinnar lendir í miklu veseni og mikil dauði og miklar hörmungar ganga yfir. Og ég trúi því að Kristur hafi ekki ætlað kirkju sinni eða líkama sínum að gangi í gegnum þetta. Og það er talað að þetta sé líka staður fyrir gyðingana. Þegar gyðingarnir eru jú þjóð hans, hann kemur til þjóðar sinnar, hann er fæddur þar til eignar sinnar, en hans eigin menn tóku ekki við honum. Heldur senduður hann á krossin, við þekkjum þessa sögu. En á síðari tímum mun hann opna augu þeirra, og það eru margir sem halda því fram að það verði á þessum tíma þegar þrengingatíminn á sér stað, að þá munu gyðingarnir opna augu sín, og það segir á einum stað í Sakaría 12. kafla, en yfir Davíðs hús og yfir Jerúsalem búa úthelli ég líknar og bænaranda, og þeir munu líta til hans sem þeir lögðu í gegn og harma hann eins og menn harma látinn einkason, og syrgja hann eins og margir menn syrgja frumgetinn son. Þannig að þessi tími trúi að vera sérstakur vakningatími fyrir gyðingana. Það er líka talað mikla styrjaldir sem munu herja á þessum tíma. Margar þjóðir munu taka sig upp og gera árás á Ísraels. Þannig að það gerist ekki bara 1967, heldur þessi atburður eiga sér stað aftur í ennþá svona meira mæri heldur fengum að sjá þá. Þannig að við erum á þannig tímum að það geta svo margir hlutir gerst. En eins og ég les þá er burtritningin, hún skiptir miklu máli, og það er svona ákveðin léttir í því líka að vera hrifin upp í himinin og fá nýjan dýrðar líkama, og það hefur okkur öllum verið lofað. Og hann kemur aftur, ég ætla bara að lesa þetta vers þarna, það segir endurkoma Krists, og hún verður þá með svona öllum öðrum hætti. Þá mun tákn mannsonarins birtast á himni, og allar kynnkvíslir jarðarinnar hefja kveinstafi, og menn munu sjá mannsoninn koma í skýjum himins í miklu mætti og mikilli dýrð, og hvert auga mun sjá hann þá. Jörðin af þessu Guð hefur allan mátt, það mun samt sem áður allir sjá hann. Hann er konungur konungana, og þetta er svona seinni koman, og Biblían talar það í Åpenbarunarbókinni, og þeir sem eru farnir á undan, þeir munu koma með honum. Og það verður alltaf mikill fögnur, en þá endi aldana þá munu allir safnast frammi fyrir Guði og uppskera eins og þeir hafa sáð, og síðan verður til ný jörð og nýr himinn. En það er nú annað mál, við ætlum ekki að fara þangað. Ég hef oft hugleitt þetta fram og tilbaka og velt ýmsum hlutum fyrir mér, og fólk hefur komið til mín og spurt mig út í þessa hluti. Ég gleymi aldrei, það eru svona draumar, þið hafa örugglega upplifað þetta líka, svona ákveðnir draumar í gegnum árin sem að setjast þannig í okkur að þeir fari ekki frá okkur. Við munum þá alltaf, og sumir þeirra bara rætast. Og þannig á ég nokkra drauma og einn endatímana, og það var svo merkilegt að ég stóð á einhverjum svona smá hól, gaman að segja ykkur þetta, og það var mikill fjöldi af fólki, gríðarlegu fjöldi af fólki, og það var svona svolítið dimmt yfir og mistur, eins og sólin var aðeins búin að missa svona þennan glansa sem hún hefur, eða hvort þetta var að kveldlægi dálítið, og ég var að predika alveg á fullu, bara flýtið ykkur, þið verðið að taka á móti Jesú, hann kemur aftur, og við verðum að vera búin að taka þetta skref áður en hann kemur, og var alveg þarna á fullu. Svo horfi ég upp í himinin
og sé svona ljósan punkt langt í fjarska og ég held áfram að segja því, hann kemur fljótlega, ég verði að taka á móti honum, þetta í alvöru að fara að gerast. Og svo meðan ég var að tala þá stækkaði þessi ljóspunktur, svo allt í einu bara stóð svona eins og ljósvera, stór eins og Hallgrímskirkja eða miklu stærri bara allt í einu var hann kominn þarna sko. Og ég vaknaði við þennan draum og get aldrei gleymt honum sko. Og hann á enn eftir að rætast. Flestir af þeim draumi sem ég er búin að dreyma nú þegar hafa ræst út í það farið, en margir hafa komið til mín og spurt, og sérstaklega eldra fólk sem kannski koma á þann stað að nú fara að styttast í þennan enda og ég þarf að búa mig undir það að skilja við og þá ég spurði gjarnan út í þetta, hvað gerist þegar menn deyja? Nú erum við aðeins búin að tala um svona að Kristur mun kom aftur, það fullt af fólki búið að deyja nú þegar, burtritningin á eftir að verða. En hvað gerist þegar við deyjum? Og það eru nokkru vers sem að mig langar að svona fara í. Jesús segir, ég upprisan á lífið og ég upprisan á lífið og svo sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Og það uppi nokkra kenningar og ein kenningin svo að þegar við deyjum þá bara sofnum við, mjög löngum svefni. Það ekki fyrir en Kristur kemur aftur, að þá munum við rísa upp, eins og sagt hinir dauðu munu þá rísa upp úr gröfunum eða sjónum eða þar sem voru brenndir lifandi eða hvaða nú var. En Biblían talar mjög varfærnislega dauðan og í gegnum allt Gamla testamenti þá sjáum við til dæmis að þeir töluðu þannig dauðan að þeir söfnuðust til feðra sinna. Þeir fóru ekki í einhvern svefn. Þeir fóru frá einum stað til annars. En Biblían talar það að þeir sem eru farnir og undan, þeir þá sem sofnaðir eru. Og það segir í Filippibréfinu, og Páll að tala, því að lífið með Kristur og dauðinn mér ávinningu, segir hann. En eigi áfram að lifa á jörðinni, þá verði meiri ávinningur af starfi mínu, og veit ég heldur ekki hvort ég á að kjósa, segir hann. Og hann segir þetta á fleiri stöðum, mér langar að fara heim, hann veit alveg hvert hann að fara, hann ekki að fara í einhvern svefn í 100 ár eða 1000 ár, hann að fara að vera með Kristi. En líkaminn sem af jörðu, hann skal aftur til jarðarinnar hverfa. Það sem forgengilegt, það getur ekki himinin, þannig að þetta forgengilegt líkaminn minn, þannig að hann verður að fara aftur til jarðarinnar, en hið ófergengilega, sálin og andinn fer til Guðs. Þannig að þegar hann kemur aftur, þá öðlast við dýrðar líkama, þá mun þessi líkami sem löngu rotnaður, öðlast nýtt líf og þá munum við fá þennan nýja líkama aftur þegar burttrýfningin verður. Og einum öðrum stað segir, já, við erum hugreistir, það í síðara Korinthbréfi 5:8 og langar öllu fremur að hverfa burt úr líkamanum og vera heima hjá drottni. Þannig að í þeirra huga virðist þetta vera alveg skýrt hvert að fara þegar dauðinn bankaði dyra. Og svo segir hann þess vegna kostum við kapp sem að vera honum þóknaleg hér heima á meðan við erum í burtu. Meðan við erum í burtu að heiman. Og það eru margar sögur þegar hann örglega lesið einhverja slíkar þegar að fólk að upplifa það að það á skurðarborðinu eða það deyr og það vakið aftur til lífsins, þá hafa flestir einhverja svona sögu að segja, séð einhverja birtu eða einhver hræðilegt myrkur eða það einhver upplifun sem langt flestir segja. Vísindamenn gjarnan útskýra þetta með einhverjum eftirþöngvum í heilanum því að hann ekki alveg stoppaður og dregur fram neikvæðar að jákvæða minningar úr æsku eða eitthvað svoleiðis, en allavega Biblían skýr á þessu að við erum með óforgengilega hluti innra með okkur sem sál og andi og það eitthvað sem lifir áfram, en það sem forgengilegt, það hverfur aftur til jarðarinnar. Og það segir í fyrra Korinthbréfi, sáð í jarðnesku líkama en upprís andlegu líkami. Ef jarðnesku líkami til, þá líka til andlegu líkami, segir Páll. Hold og blóð get ekki Guðs ríki, það alveg ljóst. Þetta forgengilega, það erfir ekki Guðs ríkið,
Svo segir hann hérna, sjá, ég segi þér leyndardóm. Vér munu ekki allir sofna, en allir munu við umbreytast á einni svipan, einu augabragði við hinn síðasta lúður, því að lúðurinn mun gjalla og þá munu hinir dauðu rísa upp, óforgengilegir, og vér munu þá umbreytast á þessu sama tíma. Þetta mín einlega trú að þetta þannig muni þetta verða, og við erum stödd á einhverjum tímapunkti í sögu mannkyns að mjög margir spádómar hafa ræst núna fram á okkar tíma, og það segir líka á þessum tímum mun verða mikil vakning, fyrra regnið og seinna regnið. Og fyrra regnið komið, það var í frumkristninni, svo upplifðu þess að dimmu miðaldir, og núna seinna regnið, þar sem Guð að úthella sínum heilaga anda. Hann hefur alltaf gert það, alltaf verið vakningar, líka ekkert dimmu miðaldir, en ekki þeim mæli sem við erum að fara að upplifa núna og erum búin að vera að sjá kannski síðasta árhundraði. Það sem við erum búin að sjá alveg ótal margar vakningar, og hvernig Guð að vitja fólks allan heim í dag. Guð þannig að hann kærleikur, og hann þráir að allir menn komist til trúar. Þannig að hann leitar hennu týnda. Þú veist, hvar hið týnda? Og hann leggur allt á sig til að finna þennan eina týnda. Og kærleikur hans svo mikill að þó að hefur bara verið ein manneskja hér á jörðinni, þá hefði hann dáið fyrir viðkomandi aðila til að gera hana syni eða dóttir hins hæsta. Þannig að Guð núna alla jörð að starfa eins og hann hefur verið að gera. Þetta tími heiðingjana það að kalla líka. Frá því að Jesús reis upp frá dauðum eftir að vera 40 daga með lærisveinum sínum, uppörfa þá og hvetja þá, og svo fer hann upp til himna, og englarnir segja, hví horfið til himins, hann mun aftur koma alveg eins og hann fór. Þannig að þeir fóru út með fagnaðarendu, og við sjáum alveg gríðarlegan árangur, sigruðu Rómaveldi má segja, og fagnaðarendu fórum víða veröld. En það segir líka að það eitt af þessum táknum að fagnaðarendi verður að hafa verið predikað öllum þjóðum áður en hann kemur aftur. Og þetta í fyrsta sinn núna á síðustu einhverjum tugum ára sem við erum að ná þessum árangri, bæði með tækninni. Nú geta fólk í Tíbet eða einhvers staðar lesi bara á símónum sínum eða einhverjum tölvum, fagnaðarerindið og Jóhannesarguðspjall. Áður fyrr voru menn að skrifa þetta, og síðan var þetta prentað og farið með hingað og þangað, og nú þetta farið allt á fleygiferði gegnum samfélagsmiðla og allt svoleiðis. Þannig að við erum að ná gríðarlegum árangri með fagnaðarendi að það heyrist í öllum heimshornum, hver einustu kynnkvísl, hver einustu fjölskyldu í heiminum. Og það merkilegt að vita til þess að í Íran til dæmis núna alveg gríðarleg vakning, og mest á meðal kvenna. Og það eru litlir bænahópar í hundruðum og þúsundum tali sem að hittast, margar moskur að missa fjölda fólks, en kirkjurnar þar sem eru leyfðar með fullt af fólki, alltaf fyllast þar. Og þetta svona underground eða neðanjarðar hreyfing sem að þarna á sér stað, því að það ýmsar hættur og blikur á loft í þessu samfélagi eins og við vitum, en fagnaðarendið að fara út. Og mér langar að ljúka svona, við förum mjög hratt yfir með aðeins að fara í brauðsbrotninguna sem tengist þessu að einhverju leyti, því að Jesús segir, gjörið þetta í mína menningu. Og brauðsbrotningin eitthvað sem mjög mikið misskilinn, og margir líta á brauðsbrotningu sem eitthvað bara ritual, eða þá, við skulum bara gera þetta svona einu sinni í mánuði, eða hálfsársfresti, eða ársfresti, eða bara við fermingu eða eitthvað svona, þegar Jesús leggur alveg gríðarlega mikla áherslu á þetta. Og í gegnum allt Gamla testamentið, þá þessi setning svona sem Jesús segir, gjörið þetta í mína minningu. Þegar Ísraelsmenn til dæmis voru að fara út úr Egyptalandi, og þeir neittu páskalambsins sem fyrsta fyrirmyndin af brotningu brauðsins eða þessari máltíð, þá gerast mjög sérstakir hlutir, og ég ætla bara rétt aðeins að fara yfir þá, og það kemur svona dálítið meira að fagnaðarerindinu sem slíku. En þeir eru búin að vera þrælar í 400 ár í Egyptalandi, og sumir segja að þeir hafa verið alltaf 2,5 milljón manna. Það hafa verið að drepa öll ungbörn sem voru karlkyns, og Móse var kallaði til að leiða það út, hvort sem voru 2 milljónir, 2,5 eða hvað voru, þetta var mjög stór hópur og fjölmennur. Og hann sem síðasta plágan var plágan sem engillinn myndi fara
og drepa frumburðinn, eða deyða frumburðinn. Og Guð segir við Móse að hann eigi að slátra lambinu og það ætti allir að gera í Ísrael og þeir ættu að taka blóðið og ríða það á dyrastæfi hússins. Þegar engill dauðan sæi blóðið þá myndi hann ganga framhjá og páskar þýða eiginlega framhjá ganga. Og svo eftir að fara inn og þeir ættu að fá brauð gegnum stungið og ekki með súrdegi sem myndu upp og ekki með sinn og svo áttu að neyta lambsins. Þannig að þetta gerður innan dyra og innan dyra þegar þau voru að neyta þessa lambs og brauðsins, þá var kannski erfiðleikar innan dyra. Sumir voru kannski krankir eftir mikla erfiðisvinnu, það var ekkert verið að hlífa þrælum á þessum tíma, sumir voru orðnir gamlir, sumir orðnir mjög þreyttir og kannski voru einhver rifrildi eða eitthvað í gangi, misræmi í fjölskyldum. En engill dauðans gengur framhjá og það var kannski fullkomin fjölskylda í Egypti einhvers staðar, en að því að blóðið var ekki, þá vitjaðist engill dauðans þessum frumburði sem þar var, en í húsum Ísraels þá fór engillinn framhjá og þegar hann sá blóðið þá gekk hann framhjá. Þannig að það skipti máli það sem var innandyra, ekki það sem var utandyra. Þannig að það er oft þannig sem örkina snóa, þau voru algjörlega hult inn í örkinni og ekkert kom fyrir þau. Og það var Guð sem lokaði örkinni og það er þannig þegar við erum í Kristi, þegar við erum búin að taka á móti hjálpræðisverkinu, þá lokar hann hurðinni. Það er enginn sem getur snert okkur. Það er enginn sem getur tekið lífið sem hann gaf okkur. Það er enginn sem getur tekið það í burtu. Það er ekki fyrir hann opnaði hurðin aftur og Mósi Nói gekk út. Þannig að við erum algjörlega hulin þegar við skiljum þennan leyndardóm að við erum fædd og endurfædd í honum. Þegar þeir fóru á stað, þá segir í Sálmunum, dálítið sérstakt vers, að Sálmur 105:37. Þá segir síðan leiddi hann þá út með silfri og gulli og engin hrasaði sér í íslensku þýðingunni, en í ensku þýðingunni og öðrum þýðingum segir að engin þeirra var veikur eða aumur eða þjáður þeirra á meðal. Þannig að þegar þeir neyttu af páskalambinu þarna, og þá styrktust þeir. Og Egyptar voru svo þreyttir á þeim að þeir eiginlega borguðu þeim fyrir að fara út eftir allar þessar plágur sem voru gengnar. Þannig að þeir fóru út með fullt af gulli eins og Guð hafi lofað þeim, þeir myndu fara út þannig og það var engin aumur eða fíbul á meðal þeirra. Þannig að það var ekki verið að keyra hjólastólana yfir Rauðahafið eða hvað hann var. Guð gaf þeim alveg sérstakan styrk í gegnum brauðsbrotninguna, í að skilja þennan leyndardóm og þeir fóru inn í fyrirreitnalandi síðar og þannig að hversu miklu frekar þegar við neytum af einu sanna lambi munum við verða heil og sterk og gangi gegnum lífið þannig. Þannig að þetta er svona fyrirmynd og hann sagði minnist þess og gjöri þetta og hverju ári er þetta gert í Ísrael allar dögum frá þessum tíma og þegar Kristur deyr og hann er með lærisveinum sínum og er að útskýra fyrir þeim, nú er minn tími kominn og þetta er síðasta kvöldmáltíðin sem hann er að hafa með þeim. Og hann var mikið niðri fyrir. Þetta er síðasta kvöldmáltíðin og hann segir minnist þess sem ég er að gera núna. Og á sama tíma eru þeir að slátra lambinu og afgreiða það, skoða lambi hvort að það er nógu fullkomið. Þá á sama tíma er hann að gefa þeim af líkama sínum og holdi og útskýra fyrir þeim. Og svo stuttu seinna á sama tíma á þeir drápu lambið. Þá eru þeir að krossfesta Jesú á sama augnabliki, þannig að þetta passar alveg 100%. En hann er með lærisveinum sínum og hann segir við þá, og hún var mikið niðri fyrir, síðasta máltíðin með þeim, hann brýtur brauðið og segir þetta er minn líkami sem að brotin er fyrir ykkur. Takið hann og neytið. Og þeir neyta allir. Líkami Jesú var aldrei sjúkur, líkami Jesú var fullkominn. Það var ekki synd í hans líkama, hann gerði synd fyrir okkur á krossinum, en það er lækning í þessum líkama. Það er lækning í þessum líkama. Fyrir hans benjar erum við heil orðin. Við erum heil orðin, segir, þá er að tala krossin. Og svo tekur hann vínið og hann segir þetta er sá kaleikur sem ég gef ykkur, mitt blóð fyrir nýjan sáttmála og drekkið í mína minningu. Og svo segir hann ég mun ekki neyta lambsins með ykkur, né þessara drykkja, fyrir en aftur með ykkur á himnum. Þannig að þegar við erum að neyta, þegar við brjótum brauðið, þá er þetta eitt af því fáa sem að Jesús skildi eftir. Hann skildi eftir orðið sitt,
Sumir segja olíuna líka sem við notum stundum til að smyrja á ennið þess sem sjúkur. En hann skildi eftir þessa athöfn og það að brjóta brauðið. Daglega komu þeir saman í heimahúsum, brutu brauðið með einfalleg hjartans og höfðu vinsældur og fögnuð af öllum líð, þarna í frumkristninni. Þannig að þegar við brjótum brauðið þá gerast ýmsir hlutir. Við þurfum að gera þá í trú. Þetta er ekki eitthvað svona, þetta er bara brauð, þetta er bara vatn eða djús eða vín eða hvað það er. En þetta er ákveðið sem Jesús lét okkur fá til að hjálpa okkur til að trúa. Þannig að þegar við tökum brauðið og brjótum það, þá minnistu þess að hann bar sjúkdómamenn upp á krossin. Og það er mjög gott að gera greinamun á þessu. Og það þarf engan prest eða einhvern forstöðumann eða einhvern til að gera þetta. Við getum gert þetta sjálf, gott að gera þetta í smá hópi, eins og ég segði, við gerðum þetta í heimahúsum. Og Páll segir geri greinamun á blóðinu og brauðinu. Þannig að þegar við tökum brauðið, þá erum við að minnast þess að við ætlum einn dag minnast þess sem Jesús gerði og einn dag ætlum við að gera þetta með honum og himnum. Og þegar við kyngjum þessu brauði, þá þökkum við Jesú fyrir lækninguna í líf okkar. Við eigum heilsu í honum og þegar við tökum blóðið, eða vínið skulum við segja, þá erum við að tala um það að við eigum fyrirgefningu syndan og við erum börn hans að eilífu. Þannig að þetta er svona, má segja, tákgræn mynd upp á það sem hann gerði á krossinu fyrir okkur og það sem hann gerði fyrir allt mannkynið. Og þetta er eitthvað sem hefur fylgt frumkristninni og öllum kristnum mönnum fram á daginn í dag. Og ég man eftir því þegar var verið að brjóta brauðið fyrst eftir ég komst til trúar. Þetta var gert í messu þegar ég fermdist, ef ég man rétt. Og þá hafði þetta svona engan tilgang eða neina meiningu inn í mitt líf. Ég man bara til því að ég þurfti að segja já, mjög hátt og skýrt svo að foreldrar mínir og aðrir heyrðu, en það var engin svona meining á bakvið það. Hjá sumum var það örugglega, en ekki í mínu hjarta. Það var ekki fyrir nokkrum árum seinna. En svo ég var búin að eignast trúna og komin í lifandi samfélag við Guð og bara, vá, hann er til í dag. Hann er til í dag, með bara, vá. Og maður getur haft persónulegt samfélag við hann. Þetta er alveg bara stórkostleg uppgötvun. Og svo fórum við að brjóta brauðið, eða ég var á stundum brjóta brauðið. Og þá var sagt, þegar þú kemur núna fram, þá skaldu vera alveg hreinn frammi fyrir Guði og biðja hann að fyrirgefa alla þínar syndir og þá var farið að leggja á mig einhverja byrðar. Þannig að ég stundum bara svona pínlítið bakkaði burtu. Þú veist, ég meðast ekki vera nógu góður, meðast ekki vera, ég kannski ekki alveg hreinn hérna uppi eða eitthvað. En svo lærði ég að skilja að Guð er búinn að taka mínar syndir. Hann gerði það fyrir 2000 árum síðan. Hann lítur á mig sem hreinan í dag. Þó að ég brjóta að mér og gera að mér, þá er hann búinn að fullkomna verkið. Þannig að það er ekki að mínum verleika sem ég er að fara að brjóta brauðið, heldur vegna þess að hann er búinn að gera í mér. Og þá fór ég að skilja, vá, það er eitthvað mikið meiri, það er ekki bundið við mig. Þannig að það er búið að fyrirgefa mínar syndir og þetta er gott að skoða hjarta sitt og leyfa Guð að vinna í sér. En svo brjótum við brauðið og ég tek brauðið og þá nýti ég þess. Ég kyngi brauðinu, ég þakka Jesú fyrir það sem hann gerði á krossinum, ég minnist hans og þakka honum fyrir lækningun ef ég er eiga við einhvern kvilla eða kvilla í lífi einhvers annars. Og svo tek ég vínið og ég er verður að fá vínið af því þess sem hann gerði fyrir mig, ekki það sem ég gerði. Þetta byggir ekki á mínum verkum. Mín verk skipta gríðarlega miklu máli, hérna út í samfélaginu og þjóðfélaginu til bræðra og systra að elska. En verkið sem Jesús gerði á krossinum, ég get engu við það bætt. Þannig að ég þakka honum fyrir að ég er barn hans, af því að hann gerði mig að barni sínu, þegar ég bað frelsisbænina, hann gerði mig að barni sínu og ég er barn hans að eilífu. Þannig að nú tek ég kaleikinn og drekk og þakka honum fyrir. Það getur enginn slitið mig úr hendi hans, ekki erfileikar, ekki hið ókomna, ekki dauði, ekki englar, ekki tignir. Það er ekkert sem getur slitið mig úr hendi hans, hann elskar mig að eilífu. Þannig að fagnaðurinn er alveg gríðarlega öflugt og ég er búinn að á örstuttum tíma núna, 40 mínútum eða hvað farið gegnum eiginlega 3 stór efni sem öll geta verið tekið sjálfstætt fyrir. En við vorum svona að pakka þessu samandóldið við Einar Gautur og ég ætla að láta þetta bara gott heita núna og bjóða Einar að koma. Við skulum samt sem áður, það eru margir að hlusta sem að hafa kannski aldrei kynnst Guði og ef að þú ert á þeim stað sem ert að hlusta núna
og þekkir ekki Jesú í þínu hjarta, hefur aldrei beðið bænina að beðið hann að koma inn í þitt líf, þá getið þið öll beðið bara sama með mér núna. Góði Guð, þakka þið fyrir að þú elskar mig eins og ég er. Ég bið að koma inn í mitt hjarta, fæða mig á anda þínum og orði. Ég vil vera þitt barn, gera þig að leiðtoga í lífi mínu. Takk fyrir hjálpræðið. Í Jesú nafni. Amen. Fengið okkur vasklas hérna frammi og Einar tekur svo við eftir stutta stund.